Velkomin í þennan kynningarþátt stefnu Sósíalistaflokks Íslands í ríkisfjármálum. Þetta fundur á vegum málefnastjórnar og stefnan sem sagt smíðuð af hópi sem valinn af handahófi úr stefnuskrá, úr félagaskrá flokksins og þetta sem sagt svokallaður slembivalinn hópur. Við ætlum að reyna að skýra út stefnuna sem smíðuð hefur verið og hingað eru mættir fulltrúar úr þessum hópi og þau eru Heiða Dögg Liljudóttir, Silvían Pétursson, Bogi Reynisson, Elsa Björk Harðardóttir, Erna Hlín Einarsdóttir og Geirdís Hanna Kristjánsdóttir. Verið velkomin. Ég ætla bara að vinda mér í stefnuna sem þegar liggur fyrir og hér fyrsti punkturinn sem kannski svona grunntónninn í þessari stefnu og hann að áhersla ríkisfjármála landsins sé á velferð og jöfnuð. Síðan kemur næsta atriði. Endurskoða skal fjármálastefnu landsins og innleiða aðferðafræði MMT, Modern Monetary Theory, sem leið út úr höftum nýfrjálshyggjunnar. Ég vil aðeins fá skýringu á þessu, ég skil þetta ekki alveg. Bogi, hvað eigið þið við með þessu svona grófum dráttum? Já, þetta sem sagt, þarna erum við að tala að við ættum að nýta okkur svokallað MMT sem er Modern Monetary Theory til þess að vinna á móti slæmum áhrifum þessari nýfrjálshyggjustjórnunar sem við höfum átt við hingað til og það gengur að miklu leyti út af það að færa peningaprentunarvaldið til ríkisins aftur og ríkið sér þá að framleiða verðmæti til þess að það sé innistæða fyrir þeim gjaldmiðli sem það skapar. Og það þá átt við sem sagt að bankarnir séu ekki með þetta vald eins og verið hefur? Já, bankarnir minnka, hlutverk bankanna minnkar við að taka upp MMT. Það að segja að bankarnir hafa ekki lengur þann tilgang að í rauninni framleiða þá peninga sem eru í umferð með lánastarfsemi. Heldur sé ríkið að koma peningum út og prenta þá til þess. Já, og sé þá með þetta einmitt þennan megin tilgang að auka jöfnuð og velferð í þágu almennings. Já, og sömuleiðis að skapa verðmæti til að standa undir gjaldmiðlum og þau verðmæti geta verið alls konar. Aðalega innviðir bara sem koma helst þar, Já. Takk fyrir þetta. Maður skilur þetta betur núna, ég allavega, því að ég var að lesa þessa stefnu og velta fyrir mér ýmsu. Og hér kemur næsti punktur að ríkið fjármagni og sinni grunninnviðum og þörfum landsmanna, svo sem skólakerfi, heilbrigðiskerfi, bankakerfi, samgöngukerfi, velferðarkerfi, orkuveitur og fleira. Þetta segir sig nokkuð sjálft. Síðan kemur punktur númer 3, að innheimt verði fullt gjald fyrir nýtingu auðlinda í þjóðareign, þannig að auðlindarentan myndi einn helsta tekjustofn ríkissjóðs. Auðlindirnar þarna, Silvían, hvaða auðlindir eru þið að tala þarna? Ja, með auðlindir veru að tala öll þessi íslensk gersemi sem getur vera frá fiskur í sjónum, vötn, fossar, jafnvel ferðamannaperlur, skólendi, jarðhiti og við erum að tala öll þessi hluti sem hægt að setja skatta í til að stofna eitthvað þjóð sem þjóðarinnar get nota og ekki eitthvað sem auðmann get eiga og
fyrir sjálfa sig braska með til dæmis vat eða ferðamannabellur og bara láta þetta erfa eða braska með eða gera það og þessi skatta og auðlindir sem út allt á Íslandi og að fara til að stofna grunnfjármagn fyrir þjóðarinnar. Já, og það náttúrulega kannski vegur þyngst eins og við þekkjum í dag, kvótinn, að segja fiskurinn. Já, til dæmis kvótinn hæsalega að tala þetta en við getum skoða vatnið, við getum jarðhiti, þetta margt annað sem auðlindir sem að skattleggja fyrir þjóðarinnar, frekar að láta þetta einhver jörðeigandi gera hvað sem með. Já. Síðan kemur punktur sem að fjallar launin, að lægstu laun séu aldrei hærri en þreföld laun innan hins opinbera og að það sem greitt umfram það innan einkarekinna fyrirtækja sé skattlagt sem hagnaður eigenda. Af hverju miðið þið við þreföld laun, Elsa? Þetta náttúrulega bara svona skot, já, þetta eiginlega einhvers staðar verðum að hafa þetta viðmið til þess að koma í veg fyrir að það teygist svona út í það óendanlega á milli lægstu og hæstu launa. Þetta hefur verið svo fáránlegt að jafnvel yfirmenn séu með 50 sinnum hærri laun en fólki á gólfinu. Þetta gert til þess að líka að það engin ómissandi í þessari vinnukeðju. Skurðlæknirinn, hann getur ekkert unnið sína vinnu á þess að ræstitæknirinn koma að máli. Þannig að þetta tilraun til þess að það verði ekki svona gríðarlega mikill misjöfnuður eins og hefur fengið að tíðkast hingað til. Já, og svo komum við að þáttum sem varðar skattastefnuna og þar fyrst að nefna að skattleysismörk verði hækkuð verulega og fylgi vísitölu. Að skattkerfið sé notað til tekjuöflunar með hátekjuskatti og fleiri skattþrepum. Að fjármagnstekjuskattur leggist saman við aðrar tekjur svo auðmenn komu sér ekki hjá tekjuskatti. Svo koma atriði í framhaldi af þessu. Mér finnst þetta með skattastefnuna nokkuð skýrt, en síðan koma sem sagt atriði í framhaldi af þessu hlutverk hins opinbera, hvað varðar skattamál, og þau eru að lögum einkahlutafélög sé breytt þannig að ekki sé hægt að fela tekjur og eignir. Að skattrannsóknir beinist að hátekjufólki og stórfyrirtækjum. Að virðisaukaskattskerfið sé endurskoðað og virðisauki á nauðsynlegar grunnvörur verði afnumin. Að sjálfvirkni og róbótavæðing verði skattlögð og eyrnamerkt almannatryggingakerfinu og þarna sem sagt og eyrnamerkt almannatryggingakerfinu, þar að segja róbótavæðingin og hún verði sem sagt skattlögð. Ég ætla aðeins að stoppa þarna. Heiða, hvað eigið eiginlega við með þessu? Hvernig sjáu þið þetta fyrir ykkur? Já, þetta aðalega, við erum náttúrulega að sigla inn í tíma núna, þar sem að við þurfum svolítið kannski að taka umræðuna aukna sjálfvirkni og róbótavæðingu þegar kemur að öllum almennum störfum. Og hvert í rauninni virðið eða virðist aukinn að þessari sjálfvirknivæðingu að fara að skila sér. Og róbóti náttúrulega þiggur ekki laun og það ekki greitt opinber gjöld af laununum hans. Og þetta spurning að þrátt fyrir þetta þó fólki í landinu ekki fara neitt og við þurfum að halda áfram að reka almannatryggingakerfið okkar. Þannig að þetta hugsað til þess að jafna út á
Já, virði sem að sjálfvirknivæðingin skapar skilir sér áfram í almannatryggingakerfið þó að mögulega fækki störfum. En eigið þá líka við eru þá líka hérna að tala sem sagt að launin lækki ekki hjá fólki, það er að segja ef ég er að vinna fulla vinnu í dag, svo kemur róbót og vinnur helminginn af minni vinnu, að ég sé að sem sagt atvinnurekandinn geti þá bara ekki sagt, heyrðu, hér er komið róbót, þú vinnur bara hálfan daginn og þú fær bara helminginn af þeim launum sem þú hefur haft. Já, þetta er náttúrulega líka umræða sem við þurfum að taka hvert einmitt þetta virði á að skila sér, að það skila sér til hins vinnandi, til vinnandi fólks eða að það skila sér í vasann hjá fjármagnseigendum. Það er. Já. Og við viljum að þau lífsgæði og sá virðisauki sem að myndast af sjálfvirknivæðingunni skili sér til almennings sem ekki til hennar fáu útötu. Já. Þá komum við að börnunum. Að börn fá ekki á sig skattlagningu innan 18 ára aldurs, mörk séu settar á eignir þeirra svo ekki sé hægt að misnota kennitölur þeirra í fjárhagslegum tilgangi. Að komið verði á samfélagsbanka. Hvernig, Geirdís, samfélagsbanka, hvernig virkar þetta þá? Hvernig breytist bankakerfið með samfélagsbanka? Samfélagsbanki þetta er hugmynd af þýskri fyrirmynd þar sem hefur verið rekinn samfélagsbanki frá því á 18. öld og sami bankinn hefur verið við lýði allar götur síðan og sá banki að hann vinnur fyrst og fremst í þágu viðskiptavinana en ekki fjármagnseigandana. Já, þannig og þá er eignarhaldi það er þá almenningur sem á þennan banka. Já, og það sem ég hef lesið mig til þennan banka í Þýskalandi að þá er mjög strangur rammi það hvernig má haga í ákveðin verkefni innan hvers félags. Þeim er settar mjög strangar skorður. Þannig að þetta er allan tíman hugsað það að fjármálaöflin sé ekki með glænnar í rekstrinum á bankanum, heldur sé þetta að þörfum almennings. Algjörlega. Já. Og lánakjör þá í samræmi við það, að það sé þá lánað á lægri vöxtum og svo framvegis, ekki satt? Já. Að öllum sé gert jafnt undir höfði, ef þannig má orðið komast. Já. En væri þá kannski hugsanlega einhverja hömlur á það að ef að ég væri kannski ríkur fyrirtækjaeigandi að ég ætlaði að koma að fá lán í þessum banka, það væri kannski hugsað þannig að það væri ekki möguleiki að þeir ríku geti komið þarna og hirt út peninga. Það sé raun og veru bara eina krafan að það er aldrei meiri eignarhlutur hjá einhverju einum fjármagnseiganda heldur en öðrum. Það er leyfilegt að kaupa hlut í þessu, hvort sem að þú ert Jón Jónsson út á horni eða sá sem á stóra fyrirtækið, en þessi sem á stóra fyrirtækið að hann getur aldrei yfirtekið keypt svo mikinn eignarhlut að hann hefur eitthvað meira að segja heldur en Jón Jónsson út á horni. Já, skil. Og meira tengt fjármálum að verðtrygging verði afnumin. Þetta er bara alveg skýrt. Síðan kemur að bundin verði endir á fullkomna bankaleynd, svo hægt sé að rekja skattaskjól og koma í veg fyrir notkun þeirra. Þetta þarf ekki að skýra þetta frekar. Og við höldum áfram. Að ríkið reki virka atvinnustefnu og sé mótandi í þróun hennar með rannsóknum og beinni þátttöku, hvetji til hlutastarfa og bjóði upp á atvinnuframboðstryggingu.
Erna, ég þurfti að skýra þetta fyrir mér með okkur, atvinnuframboðstryggingu. Þú skýra það, Erna, fyrir okkur. Já, atvinnuframboðstryggingin hugsuð þannig að ef ég atvinnulaus þá get ég hoppað inn í starf sem að ríkið býður upp á meðan ég að leita mér að öðrum störfum og það sé þá eitthvað lágmark, hvort sem það eru lágmarkslaun eða aðeins hærra, að þá, þetta ekki hugsað sem langtíma heldur skammtímalaust. Og hvernig þá þetta í praxis? Þannig ef ég verð atvinnulaus, til dæmis, núna, að þá sér þá ríkið að bjóða mér einhvers konar atvinnu við þá kannski innviða uppbyggingu eða eitthvað svoleiðis. Já, að sem atvinnulausi geti stokkið inn í verkefni til að hafa eitthvað fyrir stafni, til að kóða ekki niður, hafa eitthvað tilgang, skilja. Og þá á vegum ríkisins. Þannig að ég þá hugsanlega fara inn í eitthvað sem að byggja upp heilbrigðiskerfið eða vinna við það sem opinbert og vegagerð, samgöngur, ýmsum toga og svo framvegis. Já, bara engin sérfræðistörf en allt sem að svona nánast hver sem geti gengið inn í. Já, þannig að sem sagt ríkið þá sjá það, þetta sé til staðar. Já, nákvæmlega. Má ég koma inn hérna? Já. Til dæmis núna ég búin að vera í samskipti bæði með Útlendingastofnun og Vinnumálastofnun sem maður hálftíma 40 mínútur í símanum að því það vantar starffólk til að svara og flokka spurningar. Það fulla fólki sem atvinnulaus og maður einhvers að segja að hverju ekki hægt að bjóða fólk sem atvinnulaus að fá bætur til að minnakast getur svara í símanum og flokka fyrir sérfræðingar. Skilur, það þessi hugmynd. Þetta dæmi alveg típist atvinnutryggingar starf. Já. Starf sem að gæti farið í svona atvinnutryggingapott. Akkurat. Fyrirgefðu, ég náðist ekki að svara í síma fyrir til dæmis, ég að tala Já, ég meina, ef ég að ringa í Vinnumálastofnun til að fá upplýsingar, ég þarf að bíða 40 mínútur. Það er ekki nóg mikið ráðgjafi sem getur svara. Já. Þú getur bara ráða fólk til að svara, flokka spurningar og segja ráðgjafi mun svara ringa til þín á morgun eða eitthvað svoleiðis. Skilur? Og þetta fólk sem Vinnumálastofnun hefur á skrá sem atvinnulaus. Skilur hvað ég að meina? Svo það myndi vera typisk svona vinnu sem hægt að bjóða fólk upp frekar bara få bara bætur, skilur. Já, einmitt. Svo komum við að sprotafyrirtækjum. Að sprotafyrirtæki og nýsköpun og lítil fyrirtæki njóti aukins stuðnings og skattkerfið taki mið af stærð fyrirtækja með þrepaskiptingu á tekjuskatti þeirra. Þetta nokkuð skýrt fyrir mér allavega. Og hér að stórfyrirtæki séu lýðræðisvædd. Sko, í ítarefnunni, með stefnunni, það fylgir ítarefni með stefnupunktunum sem ég hef verið að lesa hér upp og þar stendur þetta að stórfyrirtæki skulu lýðræðisvædd að hluta. Hvað eigið við með þessu Bogi? Jú, lýðræðisfyrirtæki í rauninni bara gengur út af það að dreifa valdi innan fyrirtækja. Þannig að starfsfólk fái aðgang og í rauninni fái möguleikann á að taka ábyrgð innan fyrirtækisins. Með því að sitja í stjórnum þess, með því að taka þátt í ákvörðunartöku, með því að móta stefnu og svo framvegis og bara það má segja að þeim lengra sem gengið í því að dreifa valdi innan fyrirtækja og dreifa hagnaði innan fyrirtækja. Þeim lýðræðisvæddari eru fyrirtæki. Já. Og þetta, já. Og hverju svona kannski skilar það til launafólks? Svona varðandi það hvernig þið líður í vinnunni og hvernig þetta gengur og svo framvegis. Hverju skilar þetta? Hver
afraksturinn af þessu fyrir almennan launamann? Ég sko myndi segja að þetta skilar meira á raunverulegra lýðræði. Það er að segja að þú sem launamanneskja í rauninni hættir að vera launamanneskja þegar þú ert orðin stjórnandi í fyrirtæki. Já. Þegar sko í rauninni ábyrgðin er dreift meðal þeirra sem að starfa inn í fyrirtækinu, að þá hættir fólk að líta á sig sem, held ég að sko, já, hætti fólk að líta á samband sitt við fyrirtæki sem eingöngu þjónustu við það sko, eða heldur sé það einhvers konar samvinna. Já, þannig að launamaðurinn sé orðinn þáttakandi og virkur þáttakandi í þeirri stefnu sem fyrirtæki tekur, hvernig því er stjórnað og hvernig afrakstrinum sé háttað og svo framvegis. Þannig að þetta er ekta svona lýðræðisvæðing eins og þú ert að lýsa þessu. Öll erum við sammála því að eigi að ríkja sem mest lýðræði, ég meina bara svona í grunninn. Já. Og við erum mjög svona upptekin af svona pólitísku lýðræði, svona yfir heildina, en margir taka bara ekki eftir því að leið og stígur á vinnustæðin, þá er lýðræði sparkað út gluggann leið. Sko. Það er algjört foringjaræði innan fyrirtækja eins og þær eru í dag. Og þetta kannski líka myndi breyta þessum hlutföllum sem á vinnumarkaði, þar sem að atvinnurekandinn hefur alræðisvald og í rauninni sko að þessu séu misskipt að einhvern veginn að atvinnurekendur getur bara ráðsmeskast með líf launamannsins á þess að hann hafi nokkuð það að segja. Já. Þannig að þetta er svona, þetta yrði mjög mikil breyting eins og ég sé þetta á stöðu launamannsins gagnvart atvinnurekendum og auka örugglega velíðan í starfi og svo framvegis. Já, en takt eftir við tölum að auka lýðræðisvæðingu, við tölum ekki tótal lýðræðisvæðingu. Nei. Það er allir örugglega með báða fætur á jörðinu með það að sko engin hugmynd gengur 100%. Það er að segja, við viljum ekki fara alla leið og alls ekki hratt heldur sko. En að við sjá samfélagi stefna í þá átt að auka lýðræði innan vinnustæðar hlýtur að vera eitthvað sem við viljum örugglega sjá. Já, leikurinn eins og hann í dag svo ofboðslega ójafn á milli launamannsins og atvinnurekandans eins og það birtist. Ja, þetta er bara... Já. Nú þá eru rauninni 2 punktar eftir sem að ég tel að ég allavega skil mjög vel og gerir ráð fyrir að fólk skilji vel. Ég ætla samt að lesa þá og þeir eru að fólk sem hefur of mikil tengsl við stórfyrirtæki eða fjármagn hafi ekki aðgang að þingsetu, ráðherrastól, svo það sé óumdeilt að þingmenn vinni fyrir almannahag. Sem sagt að stórfyrirtæki hafi ekki aðgang hvorki að þingsetu eða fulltrúa stórfyrirtækja, að þingsetu eða ráðherrastólum. Að þingið og fjármálaráðuneytið leiti virkrar samvinnu við almenning þegar kemur að stefnumótun í fjármálum, svo þau endurspegli vilja fólks og raunveruleg lífsskilyrði í landinu. Þetta er mikil og áhrifamikil stefna og þið hafið unnið heilmikið þrekvirki með því að setja þetta saman. En mér langar aðeins að fá svona upplifun ykkar af því að vera svona slembivalinn í svona hóp úr grasrótinni, grasrót flokksins og hvernig ykkur hefur fundist þessi vinna? Hvernig ykkur liðið og hefur ykkur fundist áhugavert og gaman að taka þátt í þessu? Erna, hvað segir þú? Já, mér fannst þessi vinna ótrúlega skemmtileg, mjög áhugaverð, skemmtileg fyrirlesarar sem við fengum og mér finnst alltaf gaman að koma saman með öðrum sem að hugsa á svipuðum nótum
en að því sögðu þá erum við öll með ólíka reynslu og þekkingu og allt þetta og það er svo gaman að þessari hugmyndavinnu, sko. Þannig að ég naut þess. Takk fyrir mig. Já, það er líka ágætt að taka það fram, sko, að áður en að þið fóruð í að smíða stefnuna, að þá fenguð þið heljarna mikla fyrirlestra frá fræðingum, sérfræðingum á sviði ríkisfjármála, svona ykkur til fræðslu og upplýsingar, svo að þið gætu þá unnið áfram með þær upplýsingar. Silvía, hvernig upplifir þú þetta? Það er ekki fyrsta skipti, ég var búin að vera í annan nefnd, ég man ekki núna hvað þetta var, en ég var svolítið kvíðin fyrir þessi að svið mitt hagfræði, skilði eitthvað sem bara, ég kann ekki neitt þetta, en þetta var einmitt mjög góða fyrirlestur, skemmtileg, og svo líka það var svolítið að hitta mér að fara á netið og fara að googla svona upptök og alveg sem var að segja, það er alltaf gaman að tala við fólkið og deila mismunandi hugmyndir án að vera sérfræðingur. Það svolítið bara hugsa, þetta eitthvað sem við höfum öll skoðun en við treystum ekki, ég veit ekki neitt þetta, en jú, við veitum ýmislegt þetta, það þarf bara að setja saman og tala saman. Það var gaman. Já, ég var einu sinni sjálf, var einu sinni hópstjóri í málefnahópi húsnæðismál og þangað kom fólk saman í þann hóp og það var alveg ótrúlega gefandi vinna og það sem fólk, sko, þekkingin og sem fólk býr yfir og reynsla, það var ótrúlegt. Ég var mjög hissa á því, sko, hvað fólk var í rauninni upplýst þessi mál og hafði mikinn áhuga á því að taka þátt í þessu. Hvað segir þú, Geirdís? Hvernig upplifðir þú þetta? Ég hafði rosalega gaman þessu. Ég var það rosalega kvíðin þegar að mér var boðið að vera í þessum hópi. Ég hef örlitla þekkingu á hagfræði. Mér vantar örfáar einingar til þess að útskrifast af viðskipta- og hagfræðibraut og fá stúdentspróf mitt. Og er ekki búin að gefa upp alla von á að klára það. Þannig að mér fannst þetta mjög skemmtilegt og þetta svona gefði upp fyrir mér það sem ég var búin að læra. Náttúrulega að ég hef mjög haldbara reynslu bara af lífinu, varðandi hagfræði, að búa við fátækt og annað slíkt, sko. Þannig, og eins líka að vera í þessari hugmyndavinnu, að hitta þetta fólk og kasta fram og tilbaka hugmyndum, ræða þessi atriði fram og tilbaka. Ég hafði virkilega gaman af þessu og mér fannst þetta mjög góður hópur og gaman og skemmtilegt að vinna með þeim. Bara takk kærlega fyrir mig. Já. Bogi, hvað segir þú? Ég bara svipuðu nótum. Ég segi takk fyrir mig. Þetta var mjög skemmtilegt að svona kasta þessum hugmyndum á milli og kemur svona að þeim búið að pæla mismikið eins og gengur. Og bara, já, ég held við höfum náð að setja saman allavega góða stefnu. Þannig að, já. Já. Bara mjög góða. Já. Þetta er rosalega virðist vera og ég upplifi þetta sem vönduð stefna. Elsa, hvað segir þú? Hvernig upplifir þú þetta? Já, mér finnst bara alltaf svo ótrúlega mikill mannauður í fólki og við gerum okkur oft ekkert fyllilega grein fyrir hvað við höfum mikið til fram að færa í okkar bara í gegnum okkar reynslu og ég bara hvet alla sem að verða fyrir þeim forréttindum að vera slembivaldir í hóp að hella sér út í þetta og prófa því þetta er verulega gefandi og þetta kemur á óvart hvað þetta er svo í rauninni lítið flókið eins og mín upplifun fyrst einmitt af einhverju svona fjármála tengdu þar sem að ég upplifi ekki að ég sé mjög sterk á því sviði að þá bara
góðir fyrirlestrar og bara gerandi samvinna. Það er það sem að ber árangur. Ég þakka fyrir mig. Já, þá er langar mig að heyra í Heiðu. Er ekki Heiða einhvers staðar þarna? Hér. Já, hvað segir þú? Ég er nú litlu við að bæta. Þetta er bara búið að vera ofsalega fróðlegt, mjög krefjandi og einmitt alveg sérstaklega athyglisvert að taka þátt í svona slembiverkefnahóp þar sem að eru ekki dregnar upp neinir sérstakir sérfræðingar eða silkihúfur, heldur bara slembiúrtaka af félögum úr hreyfingunni og bara kynnast fólki og einmitt kljást við alls konar mismunandi sjónarhorn og samtaka það. Þetta var bara mjög skemmtilegt og mér langar að þakka sérstaklega fyrir alla þessa góðu fyrirlestra. Já, takk fyrir það. Og ég vildi líka taka undir það að engar svona hugmyndir eru eitthvað. Það er ekki hægt að gera allt strax og ganga alla leið strax með allt, en ég vona að við höfum náð að móta þetta stefnu getur unnið vel fyrir okkur. Já. Takk fyrir þetta og ég vona að sósíalistar í Sósíalistaflokki Íslands muni taka þátt í áframhaldandi málefnavinnu þegar þeir eru kallaðir til, valdir úr félagaskránni, vegna þess að alveg frá því að flokkurinn eða félagarnir hófu að vinna stefnur fyrir flokkinn, að þá hefur komið í ljós almenn ánægja með þetta starf. Fólki finnst þetta gaman allt í einu vera kallaður til og fá að taka þátt í að smíða stefnur fyrir flokk og hafa áhrif á stefnur og framgang flokk sem er nýr og er að byggjast upp. Þannig að endilega svariði kallinu þegar það kemur. Þið munu ekki sjá eftir því. En þessu er lokið í bili. Ég þakka ykkur fyrir að hlusta á þetta og vona að þið séu einhvers vísari. Verið sæl.